Góðan daginn og velkomin í nýtt vlogg. Ég hugsa alltaf eftir hvert einasta vlogg, jæja, núna er þetta síðasta vloggi sem ég ger í bili, nú ætlum ég að taka smá pásu. En svo er alltaf eitthvað skemmtilegt að fara að gerast og þá er ég svona, væri nú gaman að vlogga þetta upp á minningarnar og maður sé aftur, byrja ekki aftur og eitthvað. Þannig að hér er ég aftur að taka upp annan vlogg. Núna er Garðar að sækja krakkana og Metta er að fara á sína fyrstu fótboltaæfingu. Huge. Við búum sem sagt liðin á fótboltavelli og hún er alltaf að sjá okkur á fótboltaæfingu og hún er búin að spyrja mjög mikið þetta. Þannig að hún ætlar að fara á sína fyrstu fótboltaæfingu í dag. Mjög cute. Ég er að fara að elda eitthvað rétt sem ég sá á Instagram hjá okkur stelpu. Þorskknakkar með eitthvað svona soja, smjörsósu og grænmeti og eitthvað, þannig að sjáum hvernig þetta fer. Hvað þarf að gera? Fótbolta. Maður sjá þig í fótbolta á tvettunniðinu. Þetta er Íslandsbúning. Maður sjá snöður hring. Vá, fín. Búin að sjá þetta moment fyrir mér svo lengi að labba með barnið mitt á fyrstu æfinguna hefði. Þetta er svo fullorðins, svo fullorðins. Ég veit ekki hvor er stressaður, ég eða hún. Ég er svo stressað með að eiga bara eitthvað óþekkasta barnið eða ég veit ekki, þetta sé ókrefjandi fyrir hana eða eitthvað, en þetta er pottitt 100% óþarfa áhyggjur. Ég er ekki að grínast, ég held að ég sé að fá tár í augum við að horfa á hana. Hvað finnst þig, Garðar? Það er gott. Svo gaman. Þú getur bara að kaupa okkur svona minivan, svona soccer mom bíl. Nú eru orðin soccer parents, sko. En maður á ekki að geta soccer, þetta er fótbolti. Já, það er rétt. En það er svo gaman að sjá hana, hún er svo dugleg. Hvernig gekk? Var gaman? Hvað er bókin? Hérna? Já, hvernig finnst þér maturinn? Herru, þessi réttur er mjög góður. Ég ætla að gera hann aftur. Nei, ekki ég. Heyrðu þið góða? Nei, ekki mjög góð. Jú, víst er hann mjög góður. Hann var líka mjög einfaldur, þannig að en ég ætla að segja ykkur að mér var ráðlagt af manni sem vann í fiski að maður eigi aldrei að kaupa fisk á mánudögum og ekki heldur, sunnudögum, mánudögum og þriðdögum á maður ekki að kaupa fisk í fiskbúð. Af því þá er hann yfirleitt elstur, allavega klárlega ekki á mánudögum. Þannig að ég held að miðvikudagur sé bara nýju fiskdagur okkar. Ég held að það sé gott. Frásast ekki að kaupa hann á þessum dögum af því þá er hann, þú veist, frá því fyrir helgi. Þannig að ef maður vill fá ferskan og góðan fisk, þá fer maður á miðvikudögum. Já. Það segir mömmu hvernig þú segir sól. Já, kissi. Hvernig segir þú sól? Sól. Hvernig segir þú konguló? Konguló. Maður heyra aftur, hvernig segir þú konguló? Konguló. Konguló. Metatín. Metatín. Já, næsta borð.
sumir alveg búnir að því greinlega. Æja, slökkum á þessu. Það er mánudag í dag, mánudagsmorgun og hver er hér fyrir aftan mig? Hafsteinn, af hverju ertu ekki í leikskólanum? No comment. Þetta leir? Já, Hafsteinn er þess að lasinn var svolítið slappur í morgun og í nótt, þannig að ég er með hann heima í dag. Og við fórum með Mettu í leikskólanum í morgun og það er það sem er svolítið pirrandi náttúrulega við það að vera ekki með neitt upp baklandina er að þegar eitt barn er veikt þá þarftu samt einhvern veginn að drösla hínu barninu út til að fara með hitt barn í leikskólana því að Garðar fer svo snemma á stefinu að hann fór klukkan 6 í morgun. Það er á okkur algjöru svona haust cleaning new face tímabil núna þannig að ég sko var að kaupa alls konar svona hreinsigræjur og keypti svo ógeðslega mikið af einhverju svona til að gera svona heimagert músli. Okkur svona tilfinningu, mér langar bara svona allt nýtt, allt hreint, allt fínt. Og já, svona rútínu. Hafsteinn ætlum að græja það. Ég þarf að fara á reyndar á nokkra fundi og fyrirlestra í skólanum en sem betur fyrir allt á Zoom. Þannig að vonandi sefur hann bara á þeim tíma. Og guð minn góður, heyrið þetta hljóð. Þetta er búið að vera mín versta martröð síðustu sko 4-5 daga. Hlusti. Heyrið þetta. Píp kemur á svona 3 mínútna fresti. Og það er eitthvað í lögnunum og við erum búin að láta vita á eitthvað. En í nótt þá hugsaði ég hvort það væri betra að sleppa því að sofa. Af því að ég var að vakna á í alvörunni. Mér leið eins og ég væri með svona unga barn á brjósti. Ég var alltaf að vakna og slökkva á þessu helvits hljóði. Og ég er að verða brjáluð. En það á eitthvað pípara eftir að koma að eitthvað, ég veit það ekki. Þetta er svo stuðandi hljóð og maður er kannski að reyna að einbeita sér að slaka á eða eitthvað og þetta bara allavega fyrir mjög ákveðinni þennan dag. Það er ekki Hafsteinn. Ég fá með kaffi og svo ætla ég að laga til eins mikið og ég get og þegar ég er í merch bólnum mínum frá Kendrick Lamar tónleikunum. I love it. Þægilegur eitthvað. Ég keypti hann í Lards, þannig að hann er svolítið stór. En já, nú ætla ég að laga til og resetta allt og svo get ég lært þegar hann fer að sofa. Let's go. Tvíverknaður að hafa keypt sér tíma með því að láta hann hafa leir til að geta gengið frá í eldhúsinu en allt í einu núna er ég að tína leir hérna upp á gólfinu. Þarna sjáu þið að hann og Metta eru systkini, það er augljóst og að þau eru börnin mín. Þau eru ekki hrædd við myndavél, skal ég segja ykkur. Það einhvern tímann, eða sást þar að heyrða eitthvað, að maður ætti alltaf að reyna að laga til á meðan börnin manns væri vakandi. Bæði þannig að þú sért ekki að eyða þínum frítíma sem þú færð þegar þau taka lúr í að vera að laga til, heldur bara færð þú að gera þitt þá. Og ég reyna alltaf að gera það núna, að vera ekki að geyma eitthvað svona einhver heimilsverk þangað til að þau eru annarkvort farin í lúr eða farin að sofa um kvöldið eða eitthvað. Að það er svo næs að vera bara búin að þessu og svo þegar þú ert að fara að chilla þá færðu tíma til að chilla og þau eru einhvern veginn alltaf, hann er svo duglegur að dunda sér þegar ég er bara eitthvað að gera mitt og hann sér að hann þarf bara að dunda sér að þá, ég veit ekki, maður var svolítið með fyrsta barn alltaf eitthvað sinnaði í geðveikt vel og svo gerir maður allt hitt eftir. En þetta er einhvern veginn miklu betra finnst mér. Þetta hljóð. Ég finn það strax að þessi dagur verður brekka. Það er ekkert við því að gera. Þetta verður bara
Bara gaman. Hvernig segir kónguló? Kónguló. Kónguló. Mamma mókus. Ég hörði þið svo vel. Heyrðu þið. Ég að prófa að gefa honum súrkáli fyrst skipti. Sjáum hvernig hann tekur í það. En þau systkinin eru alveg sjúk í svona edikmat. Svona eins og súrar gúrkur og þannig. Þannig að vonandi líst þeim ágætlega á þetta. Hæ. Hafsteinn er farin í lúr og ég hef nákvæmlega 8 mínútur þar til að fyrirlesturinn minn byrjar á Zoom. Þannig að ég ætla að reyna að preppa eins mikið ég get fyrir kvöldmatinn í kvöld. Af því að Garðar kemur örugglega svolítið seint heim og það verður svolítið erfitt að gera það með þeim. En það má ýmislegt segja mig, en ég er ekki lengi að elda. Ég er mjög fljót að elda. Elda stundum gott, stundum eitthvað annað. En já, ég ætla að gera lasagna og ég hef ekki fengið neinar kvartanir varðandi þetta lasagna. Það er mjög gott, hollt og já, let's go. Það er ekki vanur að gráta hérna á YouTube, en skal geta multitaska svona. Hvað gerði fólk áður en fyrirlestrar og fundir fóru á Zoom eiginlega? Ég skildi ekki. En ég næ allavega að gera 20 í einu. Reynum að gera smá meiri þvott. Já, koma. Þessi hérna maður hleypur hvert sem hann fer. Hann lappar aldrei. Alltaf hleypandi. Hæ, þessu gauralegur. Hvað er úlingur? Nei, hvað er hinga? Nei, heyrðu. Þetta er fílu. Ok, fundurinn er að byrja hérna. Þessi er í ágætu setupi. Ég var að setja kaffi yfir allt. Þetta helvitis píp frá sturtunni er líka í gangi. Þannig að, og ég er með sko þvottahúsið akkurat núna, þannig að ég þarf einhvern veginn að græja þetta allt saman. En vitið þið hvað? Það er bara lausnir á öllum þessum vandamálum. Eða ekki, kannski bara þarf að komast í gegnum þetta. Anda inn og anda út. Ég er að reyna að halda andlitið hérna á fundi og er alltaf að mjúta mig og fara í burtu að reyna. Hann er að gera þetta svo erfitt fyrir mig. Nei, sko. Oh my god, svo byrjar aftur núna. Allavega, en nei, hvað ertu? Hafsteinn! Skildi hann eftir hér. Hafsteinn, hvað ertu? Hérna hann, ok, ég held að hann hefði farið eitthvað. Þessi dagur. Ok, ég hlakka til þegar hann verður búinn. En vitið hvað, það þurfa að vera svona chaos dagar líka til að eiga betri daga. Ég ætlaði einhvern veginn að reyna að koma inn æfingu í daginn í dag og eitthvað, en já, svona fer þetta stundum. Til lasagna fyrir kvöldið og íbúðin er aðeins hreinni en hún var í morgun. Svo kemur bara nýr dagur. Nú ætlum við Hafsteinn að fara að sækja Mettu og já, svo sjáum við til hversu mikið ég næði að taka upp á tímanum. Já.
Ég er komin í skólan og það er að labba svo fucking langt frá því það sem að kemur út úr lestinni. Þú veist, stundum þegar ég labba bara í 20 mínútur eða eitthvað til að komast á stofunum minni. Og ástæðan af hverju ég er að kvarta er að því að ég var að hlaupa hálfmaraþon á laugardaginn. Ég vloggaði það ekki, en Garðar vloggaði smá. Já, nú erum við á leiðinni niður í bæ, kíkja á hana Heklu hlaupa, hún er hlaupa hálfmaraþon. Hafsteinn er mega spenntur, já, ekki fara of langt. Sjá, þetta er mamma, þetta er mamma, þetta er mamma, sjá. Þetta er mamma. Pappa, ég taka þér. Voru tilbúin að öskra til mömmu? Hekla! Go! Hekla, hvernig líður eftir þetta? Ágætlega. Toppurinn á lífinu? Spyrum eftir nokkra klukkutíma. En já, það gekk bara ágætlega að hlaupa. Að hlaupa held ég 1 mínútu hraðar enn í fyrra. En ég finn að ég hefði þurft á okkur svona pacer að halda. Ég ætti að finna mér eitthvað blöðru. Ég hljópa 1.56. Ég held alltaf að ég sé betra að hlaupa en ég er. Þannig að einn daginn mér langar svona 1.40 eitthvað. Þannig ég þarf að setja í aðeins hærri gíri ef ég ætla að ná því. Ég ætla bara í skólan og svo sæki krakkana, elda og allt þetta venjulega og metta þau svo aftur á fótboltaæfingu í kvöld. Mjög gaman. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að haga mér, annarkvort er ég í stuttbuxum eða regnjakka. Ég ætla að minna mig á þegar ég horfi eftir 2-3 ár á þessi vídeo eða eitthvað meira að ég tek því ekki sem sjálfsögum hlut að fara að sækja saman í leikskólan. Það er ekkert smá mikil forréttindi og það þurfa ekki að drífa sér neitt, þú veist, upp í bíl að því að verðum að drífa okkur á undanumferðinni heim og eitthvað. Ég ætla bara að taka það fram. Ég tek því ekki sem sjálfsögum hlut og þetta er ekkert eðlilega mikil forréttindi og gaman og næs. En það sem er ekki gaman og næs núna er að við ætlum að fara með Hafstein í klippingu og ef að fólk man ekki eftir því hvernig það fór síðast og þar síðast þá skal ég setja vídeo af því. En við erum komin í leikskólan. Við mætti í blómabúðina som är samt lika hárgreiðslustofa. Hej, har du en tid för lilla killen? Ja. Okej, toppen. Tack snälla. Det är ett trauma. Oj. Märta, så. Lille! Vel gert! Wow, Hafsteinn! Hafsteinn, hversu ánægilegt fannst þér þetta á skalanum 0-10? Já, þetta með hár í munnunum. Það gerist þegar maður ekki kýr. Það er bæ, Hafsteinn. Hvernig segir bless? Takk snälla. Já, sagði bæ við hana. Þetta er bann. Heyrðu, ekki detta út í. Heyrðu, Hafsteinn, hvað ætlar að gera? Hvað er planið? Já, langar að fá eitt svona? Ég svo vel. Hafsteinn er minna að bíða eftir Thai-mat á besta staðinum okkar sem að heilbrigðiseftirlitið myndi líklegast loka á Íslandi. Ég skal sýna ykkur. Það lítur sko svona út. Þú veist, ég hughressandi þegar það sýnda myndir af matsalunum og eitthvað. Það að styðja lokal. Við ætlum bara að panta okkur Thai-mat og fara heim og chilla.
strempið haust framöndan. Ég eitthvað svo óvenju, svona smá kvíðin, eða ég veit ekki alveg. Ég svona, mér finnst ég þurfa svona að skrifa niður og hafa smá yfirsýn yfir það hvað framöndan, svona í skólanum og eitthvað þannig. Þannig að ég ætla bara að kaupa bók til að gera það, bara svona physical bók. Mér finnst ég ekki hafa nógu svona þægilega yfirsýn í símanum, eða það ekki eins. Þannig ég ætla að kaupa með bók til að gera það. En já, annars bara takk fyrir að horfa á þetta vlogg og við sjáumst í því næsta. Að bjarga barnið sem að steypa sér onni í gosbrunnin. Já, ekki detta út í. Þetta barn. Öll börn númer 2 svona?